ekki að byrja á að láta þið draga eitt kort hérna frá henni Siggu Kling? Jú. Ekki góð. Gaman að fá þig heimsókn. Já, takk fyrir það. Bíddu, það einhver læti hérna í símanum. Sko, láttu engan að þér hæða. Þú verður að segja þetta í mikrofónin. Láttu engan að þér hæða. Þú munt af þínum gjörðum græða. Svo tekur þetta með þér. Má ég eiga Já, þetta? En gaman. Hún sagði það þegar hún kom hérna. Já, Ég ætti að láta viðmælendina ef ég leita á draga þetta þá ætti að taka þetta með sér. já. Láttu engan að þér hæða, já. Það er nefnilega það. Hvað hefum við að taka út úr því? Ég hugsa sé nú aðalega kannski að vera ekki að hugsa allt og mikið hvað öðrum finnst Einmitt. svo framarlega sem maður nokkuð samfærður að maður sé að gera rétt en það oft erfiðara en bara að segja það Nákvæmlega. Eins og með svo margt. Já, Langaði mitt að ræða eins og það við þig sko eftir hérna, fyrir mér þetta svona ímynd sko snirtimennsku og ég orðin svolítið upptekin að því núna nýlega að mér finnst það tengjast ákveðnum aga. já, Það hvernig þú berð þig og það hvernig þú ert klæddur og það hvernig umhverfið þetta það segir svolítið að þú hefur ákveðin aga í þínu lífi sko. já. Ég hef nú ekki pælt í þessu en ég hef oft pælt í öðrum hvernig þeir haga sér og nota þá sem fyrirmyndir. Til dæmis bara eins og núna þegar ég fer í World Class þá einn maður þar, hann svona þjálfari sem ber sig á þann hátt að það mjög auðvelt að útskýra það. Hann setur bara herðablöðin kannski 1 sentimeter saman og þá gerist eitthvað. Og það ekki þannig að með stífni heldur bara þau fara þeim saman og þá fer maður svolítið að líta yfir veröldina í staðin fyrir að alltaf svona, þú veist. Ég líka áhugavert að sko, maður veit náttúrulega ekki hvað hænan og hvað ekki, en það sko manneskja sem þunglind eða í kvíða. Já. Hún yfirleitt ekki með kassan út og hökuna fram og Nei. sko þannig að spurningin sko, getur þú triksað heilan í að fara að senda önnu boðefni með því að breyta líkamsstöðunni? Aldeilis. Vegna þess að heilin man alls konar aðstæður sem við höfum lent í. Og bara það að brosa eins oft og við getum, jafnvel þegar við erum jafnvel þegar við erum í bílnum, þá fer heilin að tengja, heyrðu, það eitthvað gaman hjá honum. Algjörlega. Já. Og svo náttúrulega þessi staða hérna sem að gerist þegar við sigrum. Svo kallar power pose. Já, the power pose eða kraftstaðan, já, hún gerir rosalega mikið fyrir heilan, vegna þess að hann man þetta að þegar við unnum þarna einhvern kappleik, þá gerði allir svona. Já. Og hann tengir það við sigur. Og þegar við höfum þessa sigur tilfinningu, þá verður bara allt miklu skemmtilegra. En mér langar að segja í sambandi við svona stöðu á líkamannum. Ég hef stundum gert tilraunir með þetta bara niður á Laugavegi þegar mjög margt fólk þar og athuga hvað gerist ef ég bara geng áfram og fer aldrei í kringum fólk sem skefði engan séns að þá ótrúlegt hvað fólk fer í kringum hann. Maður getur í rauninni alveg gengið beina leið. Það að segja, ef maður hefur sæmilega stöðu. En aftur á móti leið og maður hangir, þá bara gengur fólk nánast á mann. Áhugavert. Já. Það er svo margar svona tilraunir sem ég finnst gaman að gera í lífinu. Ég gerði strax til ég var bara 30 út í Þýskalandi. Þá hafði ég gaman að því að fara inn í einhverju þjónustustofnun, til dæmis banka, og vera, léttur á svip og óska eftir því að fá að taka út peninga eða hvernig það nú var fyrir þarna þessu mörgum árum. Það komin örugglega 40 ár, já. Og það breytist svo mikið þjónustan ef þú kemur svona inn og
svo getur þú prófað daginn eftir, komið með fílusvip og þá sérðu alveg greinilegan mun. Þetta nefnilega, ég alltaf að komast meira og meira á þá skoðun að við föttum ekki hvað við erum að skapa okkar eigin veruleika mynd og það hvernig umhverfið okkar bregst, gjör ólíkt við einmitt líkamsstöðunni og einhverju sem væri hægt að kalla svona kannski áru eða, þú veist, ef það er mjög bjart yfir manni og maður er glaður og og fer þannig út, þá einhvern veginn einmitt allt í einu fleiri bros og einhvern veginn allt í einu fara einhverjir fólk fyrir að vera merkilega almennilegt við mann og eitthvað svona, sko. Og þá spurningi, sko, því maður náttúrulega sýnir því mikla sympatíu ef að fólk er að glíma við erfiðleika og þá ekkert, þú veist, þú tekur það ekkert endilega upp úr rassvasanum en þá spurning, sko, getur maður allavega að byrja að plata sig aðeins eins og nefndir á það með brosið, sko, að það ekkert langt síðan ég í svona kallahóp og þá settum við þá áskorun á hvern annan að þvinga fram bros hvern einasta morgun og horfa okkur í spegli í 1 mínútu brosandi. Þetta svolítið kjánalegt fyrst, sko. Já. En svo, einmitt, fer maður að hlæja að því þetta kjánalegt og allt í henni maður farin að gleyma því að það voru einhverjar áhyggjur eða eitthvað tótt. Þannig að það líka stundum hægt að fara í smá pollýðanuleik til að byrja að plata sig, sko. Já, þarf að plata sig. Og ekki fara alltaf í þennan, svo hastnalegt. Þetta virkar. Það bara reynlega virkar. Bara þó það sé ekki nema eitt lítið bros út í búð. Maður sér einhvern sem er í vesinni með sitt líf og maður gefur honum eitt bros og hann fer að brosa, eða hún, þá hugsa maður með sér, vá, nú er ég kannski búin að setja á stað alveg heila röð af brosum. Algjörlega. Hún heim og er rosalega ánægð með lífið. Bara algjörlega. Nei, ég nú ekki segja ég sé galdramaður, en það geta allir nota sér þetta. Jú, og við getum öll verið smá galdramenn, því ég trúi því einlæglega þetta svona að segja, það geta orðið svona, þegar maður slettir svona reipúleffekt af því að þú gerir eitthvað lítið góðverk eða kemur vel fram við eitthvað og svo þú veist allt í einu sáðu það einhverju litlu fræði og hann kannski gerir eitthvað aðeins betur en hann hefði gert annars. Já. Og svo framvegis, sko. Og ekki nóg með það. Heldur sjálfum þér líður miklu betur. Fyrir utan það. Já, og þú verður svona, kemst í stuð að vinna og hlakka til. Þetta er svo gaman þessi pæling, að Guðni Gunnarsson er kannski svolítið íktur, ég búin að fá hann nokkur sinnum, í því hvernig hann notar orð og sjálfsábyrgð. Já, já. Og þá er ég svona, einmitt, gaman þessi pæling þegar maður er að tala við hann með, sko, þú ert í raun og veru bara alltaf að útvarpa sjálfum þér og það hvernig þú talar aðra, þá ert í raun og veru að tala við sjálfum þér. Einmitt. Og þetta er náttúrulega bara satt, sko. Stundum þegar maður sér eitthvað í umferðinni, maður er kannski, gerir eitthvað pínu vittlust og lítur til og þá er alltaf einhver fróðufellandi manneskja með nefn, bara svona, vá, það lítur að vera leiðilegt fyrir þig að vera í þessum bíl, sko. Þetta er ekkert með mig að gera, ekki neitt. Nei, en það er svolítið mikilvægt að hugsa með sér í umferðinni. Hann er einhver sem er greinilega mjög reiður eða er að flýta sér allt og mikið og er að fram úr með allir sem komast sem fyrsta rauðaljósinu, skilur. Og maður getur svona hugsað með sér, kannski er bara eitthvað hræðilegt að gerast í lífi hans. Bara algjörlega. Já, hann getur verið að reyna að komast á sjúkrahúsið eins rætt eins og hann getur, en þess að einhver aðstandandi er allt í einu komin inn þangað með eitthvað alvarlegt mein eða hvað sem það getur verið. Maður getur búið til alls konar svona sögur. Já, og líka, sko, einmitt þarna hugsað með, sko, að þú veist, reið manneskja sem að því vorum aðeins að tala þetta að vera eitthvað neginn lítið í sér, en samt ef þú kemur grátandi til einhvers, þá er svona frekar auðvelt að sýna grátandi manneskju væntum þykju kærleika. Já. En reið manneskja, fyrsta viðbragði manns er að verða reiður á móti, og þá, en oft er það þeir sem eru reiðastir, þeir þurfa mest á kærleikanum að halda, sko. Já. En það er svo mikilvægt fyrir mann sjálfan til þess að geta tekið á móti reiðri mannesku að hafa einhvern svona innri frið í sjálfum sér til þess að gefa af sér. Það getur það eiginlega ekki nema sér einhver innri friður. Nei, einmitt. Og hvað getur maður gert til þess að öðlast hann? Lífið er náttúrulega alls konar og stundum verður maður að bregðast við einhverjum aðstæðum sem maður bjóst ekki við og það getur verið erfitt og allt það. En ef maður inn á milli reynir að koma sér í kyrrð, algjöra kyrrð,
þó það sé ekki nefn bara fara á klósettið, margir fara á klósettið og þá eru þeir náttúrulega bara að sinna sínum þörfum. Það er líka hægt að fara á klósettið bara til þess að loka augunum og finna kyrrð og anda. Vegna þess að það er í rauninni kyrrðin sem virkjar hjá okkur sköpunargáfuna og þetta stanslausa áreiti sem við búum við, alltaf með eitthvað í eyrunum, alltaf að vera að hlusta eitthvað, þú veist, þetta er svo mikið verk, setjast við bíl, setja eitthvað á stað, þú veist, eitthvað rosalega músík, sko, í staðan fyrir að reyna að anda bara. Og það er jafnvel hægt að nota umferðina í Reykjavík sem er náttúrulega hræðileg til þess að bara þegar þú stoppar, nú ætlum ég að anda. Hún hefur verið aðeins rólegri umferðin á Ísafirði. Já, það er náttúrulega algjörlega, maður finnur alveg ef maður kemur nálægt höfuðborginni, sko, að akleitar fara að stífna. Það er einn sem ég þekki sem býr út á landi og hann býr meira alveg í sveit, sko. Já. Og hann segir, sko, ég horf alltaf á þetta, ég er að fara inn í Matrixi þegar ég kem inn í Reykjavík og þegar hann er að koma, sko, frá Hvalfirðinu með það, sko, og hann segir, þegar ég kem svona að Mosfellsbænum, þá byrja ég að stífna í bílnum. Já, það er bara svo leiðis. En eins og ég segi, það er hægt að nota akkurat umferðina af því að það er eitthvað sem við getum ekkert gert við, eins og allavega. Vonandi, kannski einhvern tíma finnum við eitthvað út úr þessum samgöngumálum okkar. Ég velt fyrir mér einmitt þessum sem þú segir, sko, mikið með áreitið á heilan. Já. Að við erum hönnuð, sko, genetíst, við erum ekki búin að uppdata okkur inn í símatíman og þannig heilin okkar er hannaður til að fá inn áreiti og svo þarf hann úrvinnslu á áreitum. Já. En í dag er þetta bara áreiti og svo annað áreiti og svo meira áreiti. Ég var að ræða þetta við hann Harald Erlendsson geðlækninn daginn, hann var að tala sko hjá mjög mörgum er það þannig að eini tíminn án áreita er bara í svefni, en svefnin meiri sér orðin slæmur út af því að það er svo mikið áreitum sko frá því þú vaknar úr svefni og alveg þangað til að fara að sofa. Já. Að hann vildi meina að jafnvel eitt stærsta atriði til að ná betri geðheilsu þjóðarinnar væri tími án áreita, eins og þú ert að tala bara smá kyrrð. Það sem heilin fær að vinna úr. Já, einmitt. Það er náttúrulega, það er rosalega freistandi og ég gerist mjög oft sekur það aðeins kíkja í síman rétt á hann í sofna, þú veist. Ég sofna stundum út frá því. Þetta er ekki gott fyrir heilan að vera með kíkja á lækinn og Já, og líka bara kíkja á það sem er að gerast í heiminu, það er náttúrulega bara til þess að hæra óstöðugan. Maður verður einhvern veginn að reyna að sortera út það sem að skiptir máli. Já, velja hvenær maður fer inn úr, ég er náttúrulega búin að vinna við fjölmiðla mjög lengi, maður þarf að velja hvenær maður vill vera að velta sér upp úr því sem er að gerast í heiminum. Já. Ef maður er að velta sér upp úr öllu því slæma í heiminum allan daginn, þá náttúrulega mun það hafa áhrif á mann og í mín niðurstaði svo á endanum ef ég er of mikið að taka inn neikvæða fréttir, þá verði ég sko, þannig ég get einhvern veginn verið að tala um eitthvað sem á að vera betra í heiminum, en í raun og er ég orðin verri manneskja við fólki í kringum mig. Sko. Einmitt. Þetta er náttúrulega, það er ekkert hægt að komast hjá þessu þegar maður sér öll þessi börn sem eru myrt á hverjum degi. Maður bara, hvað er að gerast og okkur gerum við ekki neitt og okkur getum við ekki gert neitt og svo framvegis. En við verðum samt einhvern veginn að finna frið inn á milli til þess að geta unni með það. Já, ég fer oftast í þessu bara í aðraleysusbænina og þá spyr ég mig, er ég að fara að gera eitthvað í þessu? Þá, þú veist hvað sem það verður eitthvað, ég myndi að mótmæla eða skrifa eitthvað pistil eða eitthvað, ok, þá ger ég það. En ef ég er ekki að fara að gera neitt í þessu, þá er ég ekki að gera neinum gagn með því að velta mér upp úr þessu. Það hljómar kannski eins og maður einhvern veginn, það þýðir ekki að maður sé ekki með empatíu fyrir þessu og finnst þetta ekki hræðilegt. Alls ekki. En það er bara, maður hugsa okkur, hvernig geti ég gert heiminn betri, það byrjar með því að ég horfa á mitt nærumhverfi og komi vel fram við fólki mitt, skilurðu? Byrja á sjálfur sér. Já. Alltaf, sko. Þú skrifaði þér mitt pistil. Hérna ekki, þetta byrjar allt með okkur. Var það? Fyrir einhverju síðan. Já, það er bara... Ég var að skoða þess þegar ég var að undirbúa... Ekkert ólíklegt. Samtalið og þá varstu að tala um svolítið þetta, sko. Já, einmitt. Já, það er þetta, sko, þegar er óbáslegur þurrkur í landinu og ein lítil fugl, ein lítil svala, hugsa með sér, ég ætla að bera í gogginu mínu hérna eitt dropa
og senda yfir landið. Skiptir engu máli. En ef allir hugsa að það skiptir engu máli það sem ég get lagt til, þá verða enga breytingar. Ég nefnilega held að sko, það skiptir öllu máli. Því við erum svolítið komin í kannski, ég veit ekki, kannski út af því, þannig að maður finnur þetta stund, þú ert nú svona nýlega komið frá Sikiley, ég veit nú ekki hvort það sé gott dæmi, en ég finn það stundum þegar ég kem jafn mikið og trúar stofnanirnar hafa skilað af sér mörgum vondum hlutum. Já. Þegar ég kem inn í samfélag þar sem einhver svona rótgróin og fólk að iðka trú, Já. þá einhvern veginn ekki það ekkert skiptir máli. Þá meira allt skiptir máli. Og mér finnst eitthvað fallegt við það, sko. Já, einmitt. Allt skiptir máli. En þó ekki. Verður mér ekki að velja einmitt? Jú, það er oft erfitt val. Einmitt út af þessu áreiti. Af því að maður er einhvern veginn, maður er tekin í allar áttir, sko. Býtu, það er ég sem ræð hérna. En þú nefndir öndun á það. Já. Ég hugsa sko, til þess að vera óperusöngvari, þá þarftu að vera með öndununa niður í þinn. Já, einmitt. Þannig að þú hugsa sko að því eftir allar mínar reisur að skoða heilsu, að þá hef ég komist að því að öndun sé bara eitt það allra mikilvægasta. Já. Ekki bara það, ef að öndunin þín djúp og niður í þynd, þá taugakerfið þitt mjög líklega í jafnvægi. Já. Og þegar taugakerfið þitt í jafnvægi, þá sefur betur, þá hvílistu betur. Já. Þá auðveldara að hreyfa sig, það auðveldara að taka ákvarðanir að borða hollt, þú borðar hægar. Já. Þannig að það ekki svona auka afurð jákvæð af því að stunda söng, að þá þarftu að vera að hugsa öndunin og hlúa öndunin. Alveg hiklaust. Ég man Guðmundur Jónsson sem var nú einn frægasti söngvari landsins á sinni tíð. Þegar maður fór í tíma til hans, þá sagði hann, vinn minn, þú þarft að anda alveg niður í pung. og það er svo mikið sannleikur. Fyrirgefðu, sko, þegar þú andar svona djúpt og slaknar leið, þá ertu tilbúin til þess að láta röddina lifa hérna uppi, skilurðu, án þess að þrýsta á hana. Einmitt. Og það er þetta sem er kannski bara svona almennt fyrir mann í lífinu. Ef maður andar svona djúpt, þá maður ekki að þrýsta sjálfum sér út, heldur bara kemur eins og maður er. Já, ég dálítið upp, svona það eiginlega, ég æfa mig að vera maður sem að stend við það sem ég segi, og ég svona stundur sagt þetta, þannig að ég þarf eiginlega að setja smá pressu á mig þegar ég segi þannig, með lengi búið að langa til að læra söng. Já. Einmitt út af þessu tvennu, sko, það sé alls konar, og líka tjáningin, sko, að maður nota samtal og tal mikið. Já. En þegar þú ert að skoða allt þín eigin hljóð og Já. Þá ertu einhvern veginn að tjá einhverja parta af þeir sem hafa kannski aldrei fengið að tjá sig. Sko. Já, sem reyndar getur líka verið dálítið erfitt af því hljóðfærið er þú, þannig að þú ert alltaf, ef þú færð gagnrýni einhvers staðar að, þá verið að gagnrýna þína eigin persónu, nánast, sko. Þetta berskjöldun. Já, þetta svo mikið berskjöldun. En að syngja, það líka heilun í sjálfu sér. Ég man einu sinni minni mig á hann Geir Haarde af því að ég var að horfa á Kallakórstónleika og þá sé ég að hann í kórnum en á árunum þegar hann var forsætisráðherra þá var einu sinni að fara að syngja einhverju svona ráðherraveislu og ég spurði Geir hvort það vildi ekki bara syngja með mér eitt dúett því ég vissi það að hann gat vel sungið vel og svo hann dróst inn á það og svo bara kemur hann heim og við fyrum að æfa og þetta var gaman og það hlegið og þá segi Geir af hverju valdi ég ekki þetta? Þú veist það heldur hann að standa í þessu þrasi. Þessi þáttur áskriftaþáttur. Inni á sölvi.tryggva.is fá áskrifundur aðgengi að öllum útgefnum þáttum, aukaefni og nýjum þætti í hverri viku.